Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 93 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem ég var að ræða við nemanda minn í vikunni, sem eins og mörg ykkar eruð eflaust líka, mjög metnaðarfullur og vill gjarnan ná árangri sem hraðast án þess að búa á Íslandi. Ég sé það reyndar að mörg ykkar sem eru að hlusta á þessa þætti eruð búsett á Íslandi og búið þá við þann lúxus að tungumálið allstaðar í kringum ykkur. Þið fáið ekki komist hjá því að sjá og upplifa málið. Þau sem búa fyrir utan Ísland eiga aðeins erfiðara með það að halda sér í umhverfi sem vinnur á íslensku, af því þá þurfa þessir aðilar eiginlega að búa sér það til. Þeir þurfa að leggja það á sig að finna efni á íslensku, hvort sem það lesefni eða myndefni eða jafnvel, hljóðefni eins og þessir þættir til dæmis, og þurfa þá líka að leggja það á sig að gefa sér tíma mjög viljandi til þess að neyta þess efnis. Og það getur stundum verið erfitt af því raunheimurinn og umhverfið sem þessir aðilar í útlöndum búa þá við að ef eitthvað gerist í raunheiminum í umhverfi þeirra, þá fer það fram á því máli sem rætt í þessu tiltekna útlandi. Ef þú ert að hlusta á þetta hlaðvarp í strætó, þá þarftu að fylgjast með því á frönsku eða spænsku hvort að stoppið þitt sé næst eða ekki. Málið alltaf að trufla þig og þú þarft oft að skipta frá þessu máli sem talað í umhverfinu þínu og fara yfir í íslenskuna aftur. Það að segja, ef þú ætlar að halda þér virkum innan eins máls í einu. Þetta mörg orð til þess að reyna að segja að það krefst meiri vinnu að halda sér gangandi í óvirkum lærdóm. Þetta sem myndi heita passíft eða bara passive learning. Þegar maður ekki með tungumálið allstaðar í kringum sig. Og það getur tekið mann nokkur tíma að komast aftur í það hugarástand að vera í því skapi að ætla sér að halda áfram að læra meir. Það eru svona hlutar af því af hverju það erfitt að læra nýtt mál á meðan maður býr ekki á stað þar sem málið talað, og það erfitt að komast í návígi við málið. En þessi nemandi var óvart og kannski ekki svo óvart komið með lausn á þessu. Allavega leið til þess að halda sér enn betur við efnið heldur en ég hafði gert mér grein fyrir að væri hægt að gera. En þessi aðferð svipar svolítið til þess sem að ég var að ræða daginn sem ég kallaði fangara bækur. Það að segja að þessi dagbók sem þú berð með þér hvert sem þú ferð og ritar í hana það sem þú hefur að hugsa Því þessi nemandi
fann upp á því með sér að hann gæti einfaldlega notað símann sinn til þess að skrifa niður eitthvað þegar honum dettur í hug, kannski eitthvað sem hann vill endilega ná að segja á íslensku og skrifar það þá annarkvort niður sem minnismiða, þannig séð, að segja sjálfur sér að þegar ég hef tíma aftur þá ætla ég að finna þau orð sem ég þarf til þess að geta sagt þennan hlut. Sem rosa einfalt. Og þú getur gert það í bók eða í síma eða hvað sem er. Það sem mér hafði ekki dottið í hug var að eiga það í hljóðformi. Að þú getur notað símann þinn sem það sem ég held að heiti örugglega diktafónn og tekið upp þig að bera fram þessar setningar eins vel og þú getur. Það er kannski ekkit endilega sniðugasta hugmynd í heimi heldur og ekkit eitthvað brjálæðislega nýstárleg uppfinning. En þessi nemandi er að gera þetta í WhatsApp spjalli við sjálfan sig. Þá er nemandinn búinn að finna upp á því að vera með skjalfestingu á öllu sem hann skapar innan forms og þá tækni forms sem að er spjallþráður milli sín og sín. Það er sem sagt engin annar sem að er þáttakandi í þessum samskiptum nema bara þessi nemandi sjálfur við símann sinn. En þar er þá hæglega hægt að geyma upplýsingar og gagnasöfnun af því hvað maður hefur sagt og gert og ætlað að hafa saman í röð sem er hæglega hægt að fara tilbaka í. Þessi spjallþráða form í smáforritum sem hafa verið þróuð á síðustu árum og næstum áratugum núna, ekki áratugum, áratug, eru gerð til þess að þú getur mjög hæglega skrunað tilbaka og séð gamlar upplýsingar sem eru þá dagsettar og tímasettar. Mér fannst þetta allavega nokkuð sniðugt þegar nemandinn sagði mér frá þessu, af því þarna var komin mjög sniðug leið til þess að bæði halda allri vinnu sem tengist íslensku og þörfinni til að skapa á íslensku inn á einu forriti, að það sé gert á sniðuga leið þannig að þú getur fundið gamlar tilraunir aftur, svona svipað og þú getur gert í dagbókum, og svo að nota forrit þar sem þú getur mjög hæglega líka geymt hljóðupplýsingar sem eru teknar upp með eins litlu viðnámi og hægt er. Þau ykkar sem hafa haldið dagbækur hafið örugglega og vonandi lesið gamlar dagbækur ykkar, þar sem þið fáið að sjá og rifja upp hvernig einhverjir ákveðnir viðburðir í lífi ykkar voru, að það að þið lesið það vekur upp minninguna af því sem að þú á þessum tíma varst að upplifa. En líka að upplifa hversu mikið minna þroskaður einstaklingur þú varst á þeim tíma sem þetta gerðist. Þá er mjög algengt að þér finnist það asnalegt eða erfitt eða hlægilegt hvað fortíðar þér fannst erfitt að ganga í gegnum þennan hlut þegar þú varst 17 ára, 13 ára eða hvenær sem þú áttir þetta dagbókar tímabil. Því það að hugsa hvernig við hugsuðum í þátíð og í fortíðinni er eitthvað sem að manneskjan á mjög erfitt með að
skilja og gera sér grein fyrir. Þegar ég sjálfur hugsa eitthvað sem ég gerði þegar ég var 7 ára eða 9 ára, ég get munað að ég gerði hlutin og kannski að mér leið einhvern veginn þegar ég gerði það, en ég hef ekki hugmynd hvernig það var að vera í þessum heila sem var þetta þroskaður og vissi þetta mikið. Ég upplifi minninguna alltaf með þeim orðaforða og með þeirri endurspeglunar getu sem nútíðar ég hef. Þannig hef ég það allavega. Ég veit ekki hvort að ég sé eitthvað skrítinn með þetta og kannski eru mörg ykkar sem að getið alveg hæglega hugsað hvernig þið hugsuðuð þegar þið voruð börn. Mér þætti það magnað allavega. En til að draga þá samanburð við þessa tungumála dagbók eða WhatsApp spjall, þá nærðu að sjá aftur í tíman hvernig mistök þú varst að gera á ákveðnum tímapunkti og vonandi upplifa það að þú sjáir það strax hvað hefur mögulega verið að, en þá ekki endilega bara með skrifaðan texta, heldur líka með það hvernig þú talaðir. Að þú heyrir hvernig framburðurinn þinn hefur líklega og vonandi þróast frá því hvernig þú hefur talað áður. Þá ég að hoppa nokkuð mikið framhjá augljósum punktum sem að maður ætti kannski ekki að sleppa að nefna, en þau ykkar sem að eruð kannski ekki vön því að hlusta á ykkur eftir að þið takið ykkur upp, svona eins og einhver sem hefur verið að taka upp eins manns hlaðvarpstætti í næstum því 2 ár núna, þá það nokkuð skrítið að hlusta á sjálfan sig. Maður þarf að komast yfir það að maður hljómar allt öðruvísi í eyrum annarra heldur en maður heyrir í sjálfum sér þegar maður talar. Það vegna þess að eyrun þín heyra radar þinnar ekki bara í gegnum loftið, heldur hreinlega í gegnum vökva og vessa líkamanns. Þegar þú talar þá titrar brjóstið þitt og hausinn þinn og þú finnur fyrir því í eyrunum á þér. Þannig þau sem eru ekki vanir að hlusta á sjálfan sig upplifa nokkuð mikið sjokk við að heyra hversu lítill bassi í röddinni. Að ég tala miklu meira með nefinu heldur en ég hélt að ég gerði og svo framvegis. Málið að svona hljómar þú. Það eiginlega ekki hjá því komist. Þessi hljóðnemi sem þú notaðir í þessum kringumstæðum heyrði svona í þér. Og það getur kannski hljómað allt öðruvísi heldur en þú gerðir ráð fyrir eða grunaðir. Það oft munur á milli þess hvað við höldum að við séum að gera og það sem við erum í raun að gera. Sterkasta leiðin fyrir okkur að komast að því hvað það og þá til þess að leiðrétta eða bæta það sem við ætlum að reyna að gera að taka sig upp og hlusta á það. Þá kannski tekur þau eftir því að til dæmis kannski R-in þín, íslensku rúllandi R-in þín alls ekki jafn skýr eða heyrileg og þú heldur, eða kannski ekki jafn mikið og einhver sem talar íslensku sem móðurmál myndi gera. Nú dettur mér bara í hug á staðnum að það gæti verið hugmynd sem æfing að finna einhvern texta, finna einhvern hljóðbút sem hljómar eins og eitthvað sem þig langar að geta sagt og taka þig upp að herma eftir því. Þannig að þú takir í alvörinni eftir litlu smáatriðunum sem að gera þig og upprunalegu upptökuna öðruvísi.
Auðvitað það aðeins varasamt ef þú myndir enda á að herma of mikið eftir einhverjum ákveðnum aðila eða ákveðnum upptökum, þá ferðu að hljóma nákvæmlega eins og einhver ákveðin aðili og byrjar að vera eins og eftirherma. En það drægi þig allavega nær hínu rétta svari, réttri niðurstöðu sem þig langar að komast að, og myndi eflaust hjálpa þér líka á endanum að ná ákveðinni femi innan málsins sem þú fengir kannski ekki öðruvísi. Það væri að minnstakosti fullt af æfingu sem fengist úr því að reyna að endurtaka eitthvað eins vel og þú getur og hlusta svo á það hvernig það gengur eða gekk. Mér fannst þetta allavega áhugavert þegar nemandi minn nefndi þetta við mig og ég aðeins búin að pæla í þessu síðan. Eins og þið heyrið á því hvað ég fór í mörg viðfangsefni út frá þessu, þá ég ekki búin að pæla í þessu. En mig langaði að kasta til ykkar þessum vangaveltum mínum. Og það getur verið ýmislegt sem þið getið tekið frá þessu. Mögulega það sniðugasta sem þið getið fengið út úr þessu að þið getið fundið upp á ykkar skrýtnu leiðum sem virka fyrir ykkur til þess að halda ykkur við efnið og sjá til þess að þið haldið áfram að gera þann hlut sem þið ætlið að gera. Það má alveg vera frumlegur þegar það kemur að því að læra eitthvað nýtt. En að því sögðu, þá held ég að ég hafi þetta ekki lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.